talandi málfrelsi og upplýsta umræðin, slaufunarmenning hér við lifir hér enn góðu lífi, ef svo má segja. Samt á undanhaldi, skulum alveg hafa það, skulum vera sanngjarnir, það þjóðfélagið hefur tekið við sér og átta sig á að slaufunarmenning illvirki, slaufunarmenning verkfæri illkvittina gremjusála sem að ég held hreinlega kannski að hafa ekki hugsað þetta ennþá alveg til enda hvað þau að gera þegar þau að ráðast gegn fólki. Nýjasta dæmið sem sagt Pretty Boy Choco, Patrik slaufað, segir Mannlíf hér frá. Þetta hérna áhugavert mál. En Patrik þetta sem Pretty Boy Choco, hefur verið hluti af útvarpsþætti á FM 957 sem heitir Veislan. Og þeir voru reknir núna, Patrik og Ágúst Beinteinn, aðalstjórnandi þáttarins, eftir að Patrik sagði misheppnaðan eða umdeildan nauðgunarbrandara, ef svo má segja. Nauðgunarbrandarinn gekk út á það, samkvæmt Mannlífi, að innhringjandi var spurður hvort hann ætlaði að taka með sér botnlaust tjald á þjóðhátíð í Vestmannaeyjum. Samkvæmt málskilningi flestara þýðir að það að undirbúa að varpa tjaldi yfir áfengistöð af manneskju og nauðgæni. Samhengið nú samt þannig að þarna var verið að greiða atkvæði á milli laga. Þetta svona sem mann eftir við vorum í gamla dagi að Harmageddon og voru oft með svona ljótulagakeppni. Og kom ég með lag og Máni kom með lag, spiluðum þau og svo hringdu hlustundur inn og gáðu atkvæði og sá sem fekk flestu atkvæðin hann vann. Og þarna var sem sagt lag að vera að keppa á milli, held að verið lag með Pretty Boy Choco og Ingo Veðuguð og hlustundur fóru að hringja inn og alltaf þeir komið með atkvæði, ég vel Ingo Veðuguð, eitthvað, þú veist, að þá þá sem sagt staðan var orðin 2-2 held ég og úrslita atkvæði var að koma inn og þá kemur sem sagt hlustandi og greiðir Ingo Veðuguð atkvæði, þannig að það sem sagt Ingo Veðuguð vann og Patrik Pretty Boy Choco hefur tapað og þá kemur Pretty Boy Choco með þetta komment svona að gegn þessum hlustanda sem hringdi inn að hvort að, ert þú að fara á þjóðhátíð með botlaust tjald eða, þú veist, svona, þetta svona, ertu fáiði, þetta þannig komment og þetta sem sagt, verður til þess að Sýn ákveður að beygja sig undir hávara raddir sem eru meðal annars inn á Facebook-hópnum Baráttuhópur gegn ofbeldismenningu. Maður sér það, þú kíkir þar inn, þetta er þessi ofbeldisgrúppa sem að, hann hann Ingólfur Valur Þrastarsson, þessi mjög svona aktífur í slaufunarmenningunni og að reyna að fá mönnum slaufað hægri vinstri. Hann fer ekkert í grafgötum með það, hann var með langan pistilinn á Instagraminu sínum daginn þar sem hann var að lýsa því yfir að hann væri í þessu bara, þú veist, og hann væri aktíft að láta menn finna til tegastins. Nema hvað, þessi grúppa tekur sér saman og maður sér í umræðum þarna að það þú veist, ef við ekki að hringja inn og Sýn, ef við ekki að, þú veist, og það er hann sér líka takk fyrir Þórdís, segir Magdalena Ólafsdóttir, það sem sagt, Þórdís Valsdóttir sem sagt yfirmaður útvarpsins og Sýn sem rak strákana og þessi Magdalena hafi greinilega verið í sambandi við hana og það svona, þú veist, og síðan meira að ég held að sjáust þarna á þessum umræðu þræði að þá ekki hægt að frísta á viðburðarstjórn menninganætur að taka hann af dagskrá. Þetta Pretty Boy Choco sem sagt auglýstur sem einn af tónlistarmönnunum sem kemur fram á stóra sviðinu á menninganótt og þá sem sagt núna að veka athygli á tveimur atriðum, að rosa 2 tónleika menninganótt, þá súkkulaðistrákurinn einni og bylgjutónleikunum spurning hvort og af því verður. Það sem sagt á núna að fara að hringja út allt og senda tölvupósta og reyna að sjá til þess að Pretty Boy Choco fái hvergi að framfleyta sér, að koma fram og syngja eins og hann hefur gert á undanförnum misserum. Þetta sem sagt slaufunarmenning á sterum og vegna hvers, af því að þetta er svona bara eins og hann hafi nögað á, þú veist. Hann er settur undir sama hatt og menn sem að hafa nauðgað bara og eru eða barið konur eða, ekki fyndin brandari, skilur þú veist, en come on, þú ert ekki að missa vinnuðina fyrir að segja ófyndin brandari. Nákvæmlega, og það sem alvarlegt í þessu einmitt að vinnuveitendur skuli beygja sig undir svona ofbeldi skríl sem þetta ekkert annað en ofbeldi, þessi svona
að fara í svona herferð gegn fólki og hvort sem það að doxa það eða reyna að svo bara sjá til þess að þau fái hvergi starf. Þetta er ljótur blettur á samfélaginu okkar. Og ég veit ekki, þú veist, maður sér inn í baráttuofgjörnum og ofbeldismenningu, þú veist, hvað eru atmínúturnar þarna eru sko, þetta eru mikið miðaldra konur sem eru alveg sérlega orðljótar og kemur óvart. Það hvítar kannski líka? Já, okay. Hvítar miðaldra. Wow, og þær eru það er mjög sérstætt einhvern veginn. Þær eru langt fyrir ofan sinn svona sína aldurspúlíu sko. Og eru alveg að fá mikið út úr því einhvern veginn að vera mjög orðljótar og svífirða menn og annan sko þarna. Það er allt eitthvað sérstætt við þetta. Ég gerir ráð fyrir sko, þetta er stór grúpa, 16.000 manns inn í grúpunni. Það er samt ekki nema 50 til 100 manns sem eru svona aktífir í þessu og síðan eru hinnir bara að fylgjast með hvaða drulla kemur hérna nægt af því að og ég er til dæmis einn af þeim sem er í þessari grúpu ótrúlegt að það sé ekki búið að sparka þér út í grúpunni. Já, það er svolítið fyrir þannig sétt sko. Einmitt. Þetta er ljótur blettur á samfélaginu okkar ennþá hvernig á núna til dæmis að ganga gjörsamlega frá Pretty Boy Choco sem við getum heyrt þarna, við skrolla niður og þá er þarna hljóðbrotið úr þættinum FM 957 þættinum, skulum bara heyra nákvæmlega hvernig þetta var, skrollaði lengra niður það er svolítið langt niður sko. Hversu hérna er þetta prófa að rúlla þessi í gang taka mjútið af þarna uppi 2-1 er staðan og við tökum inn næsta hlustanda FM 957, út að tala við veisluna, hver var þitt atkvæði? Það er Ingo, takk fyrir mig. Yes! Bondi! Já, ég hélt með þér. Búm! Hvað heitir þú meistari? Gunnar. Gunnar? Já, senda á mig á Messenger. Gunnar, kóturum minn. Gunnar, kóttu með eina pick-up-línu. We love you Gunni, we do. Ég á ekki svoleiðis. Jú, kóttu með eina. Ertu komið til Eyja? Já, ég er fallega. Já, og það er makrann kvelli. Mætir með botlaust tjald með þér? Nei, Hvað er botlaust tjald? Ekkert þarna Herru Gunnar, þú er kongur að senda á mig Messenger. Get up. Takk fyrir, bye. Hvað þú veist? Jú, þetta er taktlaust kannski og lélegt en kom á rekan. Þetta er brandari sem er ekki einu svona neitt sakalega fyndin eða neitt og svona pínu missetnaður en þú veist en þetta er sem bara einmitt, þú veist, þetta er bara það sko, þetta er bara lélugu brandari og en hann er látin mæta sko þungum armi lagana í bara eins og Keir Starmer forsætisráðherra Bretlands sé bara mættur að taka á honum sko. Þetta er sérstakt að vera að segja eins og er og greinlegt að vinnuveitundur þeirra þarna hafa eins og þeir gera í flestum svona tilfellum ekki þorað að standa með sínu fólki, þú veist, herrið, þú veist, strákarnir eru með þátt sem að getur verið edgy og stuðandi en minna, þú veist, þannig það er það sem að gerir útvarp, skilur útvarp, það er bara þú veist, það sé ekki allir bara einhvern veginn með sömu monotóna látæðuna, það verður að vera eitthvað svona smá svona bump í þessu það ættu þeir sem að reka útvarpsstöðvar að vita og þetta eru strákar sem eru ég er reyndar ekki hlustað mikið á hana þátt en ég veit að þetta eru lúsiðnir strákar, þú veist, Gústi B. Hann bara ekki eitthvað títur eða eitthvað? Ég held að mjóngur. Gríðarlega duglegur og hefur svona self-made maður sem hefur komið sér vel á framfæri og sama með Pretty Boy Choco og hann sé ekki að gera tónlist sem að höfðar til mín að þá sé ég að hann er bara, þú veist, búin að vera gríðarlega duglegur. Og er að ná til margra, hann er svona vinsæll. Já, einmitt. Og það er svona, þú veist, fyrir útastöðun sem FM 957 ætti að vera borðleikjandi að hafa þess að gaura í dagskránu sinni. En þeir þora ekki að annað en að beygja sig undir ofbeldisgrúppuna baráttuhópsins ofbeldismenn. Það er dapurlegt maður.